Ingólfur Júlíusson ljósmyndari greindist með bráðahvítblæði í október í fyrra. Þrátt fyrir að stutt sé síðan hann greindist hefur meðferð verið hætt og einbeitir hann sér nú að því að gera skemmtilega hluti með fjölskyldu og vinum. Hann segist ekki eiga mikla starfsorku eftir og á dögunum tók hann eina af sínum síðustu myndum af Baldri Ragnarsinni, tónlistamanni úr Skálmöld og Ljótu hálfvitunum, en þannig þjófstörtuðu þeir Mottumars. Við heyrum í þeim félögum hér á eftir. Baldur Ragnarsson, tónlistamaður, safnaði ríflega 370.000 krónum í fyrra í tengslu við átakið Mottumars, en það gerði hann með því að sitja fyrir á hómóeratískum myndum á nánast hverjum degi. Í ár fer Baldur aðra leið, hann ætlar að láta taka af sér myndir og bjóða þær upp til styrktar málefninu. Ingólfur Júlíusson, sem hefur barist við hvítblæði síðustu mánuði, tók fyrstu myndina af Baldri og segir hana jafnframt með síðustu myndunum sem hann komið til með að taka. Kastljós hitti þá Baldur og Ingólf á dögunum. Við erum að taka myndir fyrir Mottumars í ár. Ég tók þátt í fyrra, það gekk ljómandi vel og kom mér þá grefju að ég tók alltaf nýja mynd af mér á 10.000 króna fresti sem safnaðist. Og það gekk það vel að ég ákvað að vera með aftur í ár. Og með aðeins breyttu sniði. Þannig að núna talaði við 5 listamönnum að gera eina mynd hver af mér sem fer í uppboð á hverjum mánudegi. Og já, boðin upp á svona 40-60 striga eða álplötu. Og þetta verður stórfenglegt. Ég efast ekki það. Hvað náður að safna miklu í fyrra með þessu myndagríni? Mér minnir að ég hafi náð að safna 370.000, það var einhvers staðar þannig bil, 372.000 sem var náttúrulega miklu meira heldur en ég þorði nokkuð tímann vona. Af því að ég ætlaði bara að taka þátt. Fyrsta skipti á ævinni sem ég kom með skeggvöxtinni og svona, þannig að ég gæti alveg líffræðilega tekið þátt í fyrsta skipti. Nú ertu held ég í víkingafötum, ekki satt? Mikið rétt. Já. Og ertu þá að leika svolítið með svona karlmennsku ímyndir? Já, ansi mikið sko og líka er þetta að vera óhræddur við að gera grín að þeim. Hvernig valdirðu þessi til að vinna með þér? Þetta er svona samblanda af vinum og kunningjum og svo bara þeim sem maður hefur svona dáðst að úr fjarlægð svolítið. Og það var alveg lýgilegt, það skipti engum máli við hvernig ég talaði. Maður fekk alveg leið. Ég hef ekki enn fengið nei í þessu ferli. Ég byrjaði að tala við Jónatan Gretarsson sem tók mynd af mér í fyrra. Svart-hvíta, svona Freddie Mercury-lega mynd. Hallmar og Lárus sem breyttu mér í Kentor í fyrra. Þeir eiga mynd þarna líka. Ingólfur Júlíusson sem að taka myndina sem við erum að taka hér í dag. Talaði við hann tók þátt í skálmáldarmyndatöku sem við gerðum fyrir nokkru og óþar út í Rauðavatn fyrir okkur og hikaði aldrei, stoppaði bíla í fullum herklæðum. Svo er það Hugleikur Dagsson sem ætlar að teikna eina mynd og að lokum hann Rags, hann ætlar að taka og á loka myndina. Myndatakan sem við fylgjumst með er sérstök. Ingó þekkir krabbamenn af eigin raun, hann greindist með bráðahvítblæði fyrir stuttu síðan. Ekki hefur tekist að lækna hvítblæðið og hefur meðferð verið hætt. Ingólfur segist sjálfur ætla að njóta tímans sem eftir er og hafa það gott með fjölskyldu og vinum, en enginn veit hversu langur sá tími verður. Hvenær greindist þú með krabbamein? 8. október. Bráðahvítblæði og ég er búinn að fara í 3 meðferðir sem að hafa ekki skilað árangri. En þannig að núna er bara prófa annað og hvað heitir þetta? Alaska, lúpínu segir og svona alls konar. Það er alveg bara röðin af fólki sem vill vel og segir mér að prófa allan djúri. Ég mun örugglega að gera það. Hver er staðan á þér núna? Ég er bara að reyna að hafa það gott og skemmta mér og þetta er hluti af því að þakklátur að fá að vera með í þessu verkefni og held að þetta eftir að verða æðislega flott hjá henni. Þetta er svo gaman. Gaman að gera eitthvað annað en að byrja töflur og
og spá í lífslíkur. Hvert þemað í þessari myndatöku? Það náttúrulega bara ég sé fyrir mér svona bjóddu í mig að það fljúga hausar. Það ekki? Algjörlega, ekki spurning. Já. Já, og uppboð á myndunum fer fram á Facebook síðu Baldurs Ragnarssonar og við viljum líka minna á styrktartónleika fyrir Ingólf Júlíusson og fjölskyldu hans sem fara fram í Norðurljósasal Hörpu á fimmtudagskvöld.